Tröllaprump. Eftir að landnámsmenn settust að í Borgarfirði og annars staðar á Vesturlandi hörfuðu tröllin upp til heiða og fundu sér hella í Hallmundarhrauni og víðar. Sum tröll voru mönnunum afar reið og gerðu þeim allt til miska sem þau gátu. Eitt þeirra var Debilrassa. Hún hélt til á Arnarvatnsheiði og var sérlega ill viðuregnar, stal bæði fénaði og mönnum og át hvort tveggja af bestu list. Í Húsafelli bjó á þeim tíma maður að nafni Þorsteinn. Hefð var fyrir því að fara síðsumars á heiðina og veiða silung til að eiga í búrinu yfir veturinn. Sögusagnir viðskota illa tröllkonu hræddu Þorsteinn ekki frá því að sækja fisk í hinn gjöfulu fiskivatn. Hann fór því eitt sinn sem oftar til veiða og vinnumaður með honum. Eftir að hafa verið í 2 daga og aflað vel, merktu þeir hreyfingu bak við klett þar skammt frá og fannst sem einhver fylgdist með þeim. Þorsteinn kallaði: "Sýndu þig ef þú átt við mig erindi." Eftir nokkra bið sáu þeir dökkleita veru koma undan klettinum og nálgast þá. Úfinn tröllastrák sem líktist mest stórskornum karlmanni. Þeir köstuðu á hann kveðju og spurðu hvernig stæði á veru hans á heiðinni. Hann sagðist heita Dofri og vera sonur Debilrössu og Smalamanns sem hún tók fyrir mörgum árum og hafði í helli sínum. "En nú er hún móðir mín búin að drepa og éta föður minn. Skammt þar til mín bíða sömu örlög því hún finnur mér allt til foráttu, alveg eins og föður mínum áður en hún drap hann." Þorsteini leist vel á piltinn og bauð honum að fela sig hjá þeim og fylgja þeim síðan til byggða. Dofri þakkaði fyrir sig og sagði: "Hún veit veru ykkar ég er og ætla sér að taka ykkur. Þið eru stæðilegi menn svo varla leggur hún í að ráðast á ykkur báða í einu. Þið skulu standa þétt saman þegar hún kemur og hafa öxi og hníf við belti. Hún hefur þann háttinn á að þykjast vingjarnleg og mun biðja ykkur skyr að borða. Skuluð þið veita henni mat en ekki skuluð þið leyfa henni að þakka fyrir sig með kossi því að þá er hún vís til að bíta af hausinn." Þeir höfðu falið Dofra í nálægum hellisskúta, héldu Þorsteinn og vinnumaður áfram veiðunum. Skömmu síðar sáu þeir ókennilega veru nálgast. Þetta var tröllkerling, mikil sig og ófrýnileg. Gekk það eftir sem Dofri hafði sagt. Hún þóttist vinaleg og bað skyr að borða. Gáðu þeir henni og vildi hún fá að kissa Þorsteinn fyrir máltíðina en hann færðist undan og svaraði: "Samt þakklætið og þó ekki komi koss fyrir." Kerlingin tvísté nokkra stund eins og hún væri óákveðin en sneri svo snúðugt við og fór án þess að kveðja. Morguninn eftir héldu þeir Þorsteinn, vinnumaður og Dofri til byggða með 3 hestburði af fiski. Árið eftir fóru þeir aftur til veiða, nema Dofri sem ekki vildi snúa aftur á heiðina. Voru þeir nú fleiri saman og lét tröllkerlingin ekki sjá á sig meðan þeir dvöldu við veiðarnar. Áður en farið var aftur til byggða, reistu Þorsteinn og menn hans lítinn en rammgerðan skála sem hægt var að hafast við í en þeir gerðu ráð fyrir að veiða í gegnum ís veturinn. Þorsteinn og vinnumaður fóru svo á heiðina á miðjum útmánuðum þegar vötnin hafði lagt. Komuðu sér fyrir í skálanum og kveiktu upp í eldstóni til að hita upp áður en þeir tóku til við veiðarnar. Veiðin gekk vel en frost var mikið og þeim varð kalt af útiverunni. Höfðu þeir þann háttinn á að skiptast á að veiða og fara í skálan til að hlýja sér. Síðdegis annan daginn, þegar Þorsteinn sneri aftur úr skálanum, sá hann að Debilrassa var búinn að ná vinnumanninum og drepa hann og stefndi stórstíg í átt að honum. Greip hann á það ráð að fara aftur inn í skálan og loka hurðinni með slagbrandi sem hann hélt við. Fann hann að teki var á móti og hurðin hrist og mátti hann hafa sig allan við svo slagbrandunni gæfi sig ekki og hurðin hrykki af hjörum. Næst var skálinn lamin að utan og rifið í grjóthleðsluna
en þar sem skálinn var vel hlaðin fannst tröllinu of tímafrekt að rífa grjótið niður. Brátt heyrði Þorsteinn hark upp á þakinu. Það byrði fyrir reykháfinn og buna helltist niður í eldstóna og kæfði eldinn. Bunan var svo mikil að hún flæddi yfir gólfið og náði vökvinn Þorsteini í ökkla. Því næst heyrðust drunur miklar og fylgdi svo mikill óþefur og fýla að Þorsteinn var við það að hníga í ómegi. Ætlaði hann að skessan hefði leyst vind og ætlaði að kæfa sig. Þegar hann var rétt að því kominn að missa meðvitund kom hann auga á broddstaf sinn sem stóð upp við vegginn. Stafurinn var með hvössum járnbroti og notaði til að gera dorgvakir í ísinn. Þorsteinn náði að grípa stafinn og skjögraðist að eldstóni. Leið og hann rak oddinn upp í reykháfinn og í afturenda skessuna sagði hann: "Hafðu þetta og nú berð þú nafn með rentu, ókindin þín." Skessan rak upp mikið öskur en var svifasein og tókst honum að reka broddstafinn þrisvar á kaf. Áður en hún stóð upp og ferskt loft streymdi niður reykháfinn. Jafnaði hann sig fljótt og stikaði út dyrnar með stafinn í hendi. Debilrassa stóð við vegginn og lak úr henni blóðið. Hún horfði illilega á hann og síðan broddstafinn og tók svo á rás út á ísilagt vatni. Þorsteinn þóttist vita að hún ætlaði að taka lík vinnumannsins með sér. Hann sá að ekki mátti af þessu verða og hljóp á eftir henni, veifaði broddstafnum og hrópaði ókvæðisorð að henni. Þegar hún var þessu vör, breytti hún stefnu og hvarf yfir hæðina. Þorsteinn fylgdi blóðslóðinu hríð en ákvað svo að fara tilbaka. Mjög var af honum dregið, en honum fannst óráðlegt að dvelja nóttina í skálanum. Skynsamlegast væri að drífa sig til byggða með aflan og veita vinnumanni sómasamlega útför. Þorsteinn komst heim við illan leik og lá rúmfastur í nokkrar vikur. Eftir þetta var hann mæðinn og úttalslítill alla sína ævi. Af debilrössu fréttist ekkert meira og ekki til þess vitað að hún hafi angrað ferðafólk á Arnarvatnsheiði eftir þetta. Talið að hún hafi drepist af blóðmissi í helli sínum.